leysa með ykkur hérna 3 dæmi og við skulum byrja á dæmi 124. Spurt á hve marga vegu má velja 5 af 7 hlutum þegar valröðin skiptir máli. Og þegar við erum að velja hluta af heild í talningafræðinni, þá getum við annarkvort nota kombin eða permútreikniföllin. En þegar valröðin skiptir máli, annarkvort þegar röð skiptir máli eða það er ákveðin hlutverkaskipan í gangi, þá notum við permút. Við skulum það bara nota permút í þetta skipti. Finnum það hér. Þannig að permútreiknifalli kemur svona upp og í efri línuna þá skrifa ég heildarfjöldann sem í boði í upphafi. Þannig að við erum með 7. En ég ætla að velja 5 af þessum 7. Ég seti 5 hér. Svona. Við skulum svo hugsa þetta á sama hátt hérna í næsta dæmi. Prestur þarf að velja 6 sálma af 10 til að láta syngja í messu, hvern sálm aðeins einu sinni. Á hve marga mismunandi vegu getur röð sálmanna orðið. Það er sem verið að vinna með ákveðna röðun hérna. Það skiptir máli í hvaða röð sálmarnir eru sungnir líka. Og þá skulum við halda áfram að vinna með permút. Því hérna skiptir röðin máli og við erum að velja eitthvað hluta af heild sem í boði. Efri línuna heildin sem 10. Það má velja úr 10 sálmum. En af þessum 10 þá ætla ég að velja 6 og þá kemur svo tala hérna fyrir neðan. Okay. Síðast dæmi 126. 6 menn fara í kapplaup. Á hve marga mismunandi vegu geti raðast í verðlaunasettin 3. Sem sagt, það eru í boði 3 verðlaunasetti, 1., 2. og 3. seti. Þannig að röðin skiptir þarna máli. Þá förum við aftur í permút. Hversu margir taka þátt í hlaupinu? Heildarfjöldi hlaupara er 6. Hversu margir fara á verðlaunapall? 3. Og þá erum við búin að reikna þessi 3 dæmi og öll voru þau reiknuð með permútreiknifallinu.